Karlakór Vopnafjarðar var stofnaður árið 2011 og yrði 10 ára afmælinu fagnað undir öllum eðlilegum aðstæðum, en það verður að bíða. Við litum inn á æfingu hjá kórnum en COVID hefur komið í veg fyrir allt eðlilegt starf síðustu misseri og mátti greinilega merkja ákveðna eftirvæntingu hjá kórfélögum að geta loksins fengið að hittast. Bara við höfum ekki þyrst þannig, það er bara búið að vera mjög lélegt æfingaprógram og kórinn og kórarnir, samkórinn sem og karlakórinn, við stóðu til að fara til Wales í 2019. En það er náttúrulega bara ekki. Hvernig er að hitta karlan aftur, núna eftir þetta hlé? Bara mjög gott, sko. Það er bara mjög fínt. Þeir breytast ekki, sko. Eins og ég ætlaði að fara að bjóða mig greiðu áður ég færi í viðtal. Þannig að húmorinn það vantar ekki tilbaka. Já, það er bara þannig. En hvernig er svona þáttaka? Fjöldi í kórnum. Þetta er bara sami hópur frá því að við byrjuðum fyrir 10 ára síðan. Og lítið bæst við, aðeins þó. En þetta eru sömu. Við erum tæplega 20, við erum 20. Þið eru heppni með söngstjóra? Já, heldur betur. Stífinn er alveg frábær og búið ómæld ánægði því og búin að kenna okkur ýmislegt. Það vantar ekki. Þrátt fyrir að vera frekar fámennur hefur kórinn fengið mikið lof fyrir fallegan söng og metnaðarfullt starf. Og strax og leyfi fékkst nú fyrir æfingum var kórfélögum hóað saman fyrir aðventuna. Já, þetta er annan æfing hjá okkur. Það var ekki hægt að hitta síðustu viku út af COVID. En við hittum síðustu viku en ekki í viku undan. Og við æfum eins og við getum núna og vonandi verða vel mætt. Og voru ekki glaðir kallar sem að stóðu fyrir fram að þig á fyrstu æfingunni? Já, svolítið tregur líka kannski. Fyrir að læra skalan aftur? Já, einmitt. Já, það var fyrir þeim sko, það var svolítið nýtt fyrir sumum til að æfa röddum, ekki búin að æfa röddum. Svo þetta var svolítið erfitt fyrst að venjast því. Þið eru að æfa fyrir einhverja jólatónleika væntanlega eða hvað? Já, það er aðventuhátíðin, ekki jólatónleika beint, en aðventuhátíðin einn með börnin og kirkjugóin og svo annan með karlakórinn. Og svo líka þau með aðventuhátíðin út í Skegistað, smá. Henni svo lítið kirkja þar. Svo þetta er alveg komið núna. Við syngja jólalag í kvöld, æfa jólaprógrammið, bara smá prógram, við erum með svona 6 lög sem við syngjum. Og svo er líka spurning hvort við eigum að syngja í kringum jólatréð núna, en ég veit ekki hvort þetta gengur út af COVID, reglunar. Ég er svo spennt að fá að hlusta á hvernig þeir koma saman. Ég ætla ekki að tefja en nú eru þeir farnir að bíða eftir því og finnst horfa á mig bara vond með augum. Kórinn hefur ferðast víð land síðustu ár með tónleika ásamt því að hafa sungið í Færeyjum. Ef það minnkar nú eitthvað COVID í heiminum, þið með einhver áform söngferðalög? Já, það verður sjálfsagt eitthvað sprett úr spori næsta vor ef allt er í lagi. Og svo er aldrei vitað nema við setjum aftur ferðin stefnum á að fara til Wales og taka þar þátt í kóramóti sem frestaðist fyrir 2 ár. Góður áhugi er á tónlist og kórastarfi á Vopnafirði og segir Stíven sem jafnframt er skólastjóri tónlistarskóla Vopnafjarðar að þáttaka sé heldur dræmari nú en áður og kennur hann þar COVID Þetta aðra söng áhuga, ég myndi segja sko. Í samlífi við tónlistarskóli, það gengur upp og niður með hann. Ég meina það er mikið færra núna heldur en hefur verið út af COVID held ég. En það hefur verið svona milli 30 og 40
krakkar sem búin að læra hjá okkur. Ég með eitt annan kennari sem kennir með mér, Baldvin. Hann kennir gítar og ýmislegt annað og ég kennir á piano og fleira. Blokkflautu og svona söng líka. En hérna, já, það gengur ágætlega þar. Og svo kenni ég hérna, ég með þessi kór hérna, karlakórin og svo kirkjukórin á miðvikudögum og svo barnakórin stundum, ekki alltaf. Það svolítið hefur þetta smálegt saman en við erum með barnakór aftur í gang núna eftir long bið út af COVID sko. En COVID búin að vera erfitt eins og aðstæða. Guðjón formaður segist ekki hafa skýringu á því hvers vegna ekki gangi betur að ná inn ungum mönnum í karlakórinn. Þetta bara breytt munstur í samfélaginu sko held ég. Ég held að sé bara þannig og menn eru svona erfiðar að sækja þetta. Segðu mér bara fyrir þig, hvað gefur söngurinn, tónlistin og kórastarfið þér? Hann gefur með mér bara lífið sjálf sko, í raun og veru. Það hérna, þetta mitt aðalega áhugamál að syngja, kirkjukórinu líka, þannig að þú veist, ég hef bara mjög gaman að þessu, skemmtilegu félagskapur alltaf. Þetta náttúrulega bara tómstundamál. En það þá ekki bara að sannfæra þessa yngri að koma? Jú, það svo sem alltaf verið að reyna og við vitum alveg að mönnum hérna í Vopnafirði sem að gætu nú alveg sungið og syngja mjög vel en þeir kannski ekki, menn hafa náttúrulega ekki alltaf alveg tilbúin að fara í kórastarf en þetta mjög skemmtilegt, það það. Þannig að ég hvet alla til þess að snúa sér að þessu. Og fagnir menn því frelsum bestum gei, að sonur Guðs sendur oss stundar verum gei, að leiða oss ljósins til lífs að flytja heim og fagnir þeim boðskap sem ber, fagnir sem ber.